George Allen, Jacqueline Alexander, Martha Edghill og Carmen Wong. Nöfn þessa fólks heyrast aldrei í umræðum áhrifafólk á Íslandi. Þau hafa aldrei verið á forsíðum íslensku viðskiptablaðana, hlotið viðurkenninga fyrir störf sín eða verið gestir á ráðstefnum viðskiptaráðs. Samt hafa 100 Íslendinga á öllum sviðum viðskipta valið þessa einstaklinga til þess að stýra fyrir sig fyrirtækjum sínum þar sem höndlað með mikið fé. Þau George, Jacqueline, Martha og Carmen sitja í stjórnum fleiri félaga í eigu Íslendinga en nokkur Íslendingur. Þau eru stjórnarmenn Íslands. Og þau eru öll búsett hér í Mið-Ameríkuríkinu Panama. Alþingi 15. maí 2014. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra stóð í ræðustól og svaraði spurningum Helga Hjörvar alþingismanns skattagögnin sem skattrannsóknarstjóra hafði verið boðið að kaupa. Við Íslendingar eigum að kaupa þessar upplýsingar spillingu, skattsvik og alls kyns misferli sem farið hefur fram á aflandseyjum eins og Þjóðverjar gera. Ég treysti því að skattrannsóknarstjóri geti metið þetta og muni eins og hér eftir sem hingað til leita allra leiða til að koma upp skattsvik. Að sjálfsögðu þarf skattrannsóknarstjóri að hafa ýmsar leiðir til þess, enda skattsvik og skattundanskot mjög dýr fyrir samfélagið. Þannig að ég ítreka bara það að ég treysti skattrannsóknarstjóra til þess að leysa úr þessu eins og öðru. Það sem forsætisráðherra sagði ekki í ræðu sinni þennan dag og kom aldrei fram við umfjöllun þessi mál eða önnur að málið snerti hann og ríkisstjórnina meira en umræðan gaf til kynna. Að nafn forsætisráðherrans og tveggja annarra núverandi ráðherra í ríkisstjórn Íslands væri mögulega að finna í skattagögnunum sem skattrannsóknarstjóra hafði verið boðið að kaupa. Þetta sýna gögn úr panamíska lögfræðifyrirtækinu Mossack Fonseca sem Süddeutsche Zeitung, stærsta dagblað Þýskalands, og ECEJ, alþjóðasamtök rannsóknarblaðamanna, hafa í fórum sínum og deildu með Reykjavík Media ásamt yfir 100 fjölmiðlum í rúmlega 80 löndum. Nýjustu gögnin eru frá desember í fyrra og þau elstu frá 1977. 370 blaðamenn hafa á einu ári unnið úr gögnunum úr þessum stærsta leka sögunar. Meira en 11 milljónir skjala, tölvupósta og stofnskjala aflandsfélaga að finna í gögnunum og meðal annars trúnaðarupplýsingar meira en 214.000 aflandsfyrirtæki í 200 löndum og skattaskjólum víða heim. Mossack Fonseca. Panamíska lögfræðistofan Mossack Fonseca ein sú stærsta í heimi aflandseyja, leynireikninga og skattaskjóla. Starfsemi lögfræðistofunar umfangsmikil og teygir anga sína víða. Eficiencia, confidencialidad, atención personalizada. Bastian Obermeier stýrir rannsóknateymi þýska stórblaðsins Süddeutsche Zeitung í München. Für uns ist der Island-Fall einer der größten 3 Fälle, die wir überhaupt sehen in den Daten, neben Russland und der Ukraine vielleicht noch. Und wir machen das in Deutschland groß, wir machen eine ganze Seite, deswegen bin ich jetzt auch hier und wir werden da ganz viel darüber schreiben, was in diesem Land vorgeht und versuchen, das auch den Deutschen zu erklären, was hier passiert. Wir haben in Deutschland keinen richtigen Politiker gefunden, nur als Vergleich. Und erst recht niemanden, der irgendwie im Kabinett ist oder große Verantwortung trägt. Landsbankinn í Luxemburg var umsvifamesti íslenski viðskiptavinur Mossack Fonseca. Samkvæmt gögnunum bankinn tengdur minnst 404 félögum sem hafa verið sett upp á aflandseyjum. Landsbankinn var á heimsmælikvarða þegar kom að því að setja upp aflandsfélög í gegnum Mossack Fonseca því aðeins finnast 6 bankar sem voru umsvifameiri en upplýsingar frá tæplega 370 alþjóðlegum bönkum að finna í gögnunum. Á lista yfir viðskiptavini Mossack Fonseca nöfn 11 fyrrverandi eða núverandi þjóðarleiðtoga auk íslenska forsætisráðherrans. Þar má finna kunnulegt ættarnafn úr uppgjöri eftirhrunsáranna, Emirin Sheikh Al Thani og Hamad Al Thani fyrrum forsætisráðherra Katars.
Nágranni þeirra, prins Salman, konungur Sádi-Arabíu, þar líka sem og Sheikh Khalifa bin Zayed, forseta Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Þar einnig að finna Ali Abu Rakeb, fyrrverandi forsætisráðherra Jórdaníu, Ayad Alawi, fyrrverandi forsætisráðherra Íraks, Ahmad al-Nirkani, fyrrverandi forseta Súdans og Mauricio Macri, núverandi forseta Argentínu. 4 evrópskir þjóðarleiðtogar eru á listanum, þar af 2 starfandi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Petro Poroshenko forseti Úkraínu, sem talinn einn ríkasti þjóðarleiðtogi í Evrópu. Bidzina Ivanisíli, fyrrverandi forsætisráðherra Georgíu og viðskiptajöfur, einnig á listanum ásamt Pavlo Lazarenko, fyrrverandi forsætisráðherra Úkraínu, sem hlotið hefur dóma fyrir peningaþvætti, spillingu og fjársvik og afplánar nú 9 ára fangelsisdómi í Bandaríkjunum. Well, the most interesting thing for me, at least, is that the number of politicians that we're looking at around the world. I mean, we're looking at current and former world leaders, and we're not looking at 1 or 2 of them, we're talking about dozens. And in terms of their cronies, family members, we're looking at hundreds. So we're seeing a very comprehensive picture of people in power that are using the offshore world to protect their secrets. Der isländische Fall des Ministerpräsidenten war der Durchbruch für uns. Wir hatten vorher richtig gute Fälle, auch groß und international, aber wir hatten nicht einen noch amtierenden Staatschef, Premierminister, der dort mit einer Offshore-Firma registriert war. Und als wir Gunnlaugsson gesehen haben, wussten wir, das wird eine große Geschichte werden. Tíminn algjörlega að brenna frá okkur bara rétt að ganga hérna á línuna. Gamlársdagur árið 2009. Klukkan 2 eftir hádegi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson mættur í sína fyrstu kryddsíld, áramótauppgjör stöðva 2. Fyrir þetta sama ár hafði hann tekið við formennsku í Framsóknarflokknum á miklum umrótatímum í íslensku samfélagi. Annarkvort fyrir eða eftir útsendingu kryddsíldarinnar seldi Sigmundur Davíð sambýliskonu sinni og verðandi eiginkonu, Önnu Sigurlaugu Pálsdóttur, 50% hlut sinn í aflandsfélaginu Vintrisink á Tortóla. Sigmundur Davíð hafði setið á þingi frá því í kosningunum í apríl þetta sama ár. Nær allan þann tíma höfðu verið í gildi reglur sem forsætisnefnd þingsins hafði sett hagsmunaskráningu þingmanna. Samkvæmt þeim áttu þingmenn að gera grein fyrir eignum sínum, hlutabréfum og öðrum hagsmunum. Anna Sigurlaug hefur eflaust getað greitt fyrir helmingshlut sambýlismannsins í Vintrisink í beinhörðum peningum, því kaupverðið var $1 samkvæmt kaupsamningnum sem Anna og Sigmundur undirrituðu og dagsettur á síðasta degi ársins 2009. Daginn eftir gengu í gildi lög sem sett höfðu verið til höfuðs af landsfyrirtækjum. Hann hefði þurft að gera grein fyrir þessu eignarhaldi á framtali sínu 2010. Annarkvort sölunni á því hefði hann selt á því ári, eða þá starfsemi þess ársreikningum, tekjum og eignum í árslok 2010. Það að salan væri dagsett á gamlársdag gerði það að verkum að engar upplýsingar þurfti að gefa upp félagið til yfirvalda hér á landi. Já, munnminni og raun og engar upplýsingar starfsemi félagsins eða afkomu þess eða neitt þess að það ekki fyrir en eftir eða frá og með 2010 sem að slíkt gildir. Forsætisráðherra hjónin Sigmundur Davíð og Anna Sigurlaug eru vel stæð fjárhagslega. Þau voru sögð eiga rúmlega 1 milljarðs króna eignir umfram skuldir árið 2012. Anna Sigurlaug einn erfingja Toyota-veldisins sem faðir hennar, Páll Samúelsson, stofnaði árið 1970 og seldi Magnúsi Kristinsinni útgerðarmanni árið 2005. Sigmundur Davíð sat í varastjórn Toyota þar til það var selt. Hann sat einnig í stjórn PS Fasteigna sem faðir Önnu átti. Þar sat hann ásamt verðandi tengdaföður sínum og verðandi eiginkonu. Í undirrituðu skjali til Mossack Fonseca frá því í október í fyrra gaf Anna Sigurlaug þá skýringu á uppruna fjármagnsins í Vintrisink að væri að ræða arf. Samkvæmt fréttum sem DFF sagði af málinu árið 2012 leiddu deilur í fjölskyldunum arfinn til þess að Anna Sigurlaug stefndi föður sínum en deilurnar muni hafa verið leidda til lykta án aðstoðar dómstóla
og henni því greiddur arfur fyrirfram. Winthrey Singh var að sögn Önnu sett upp utan þessa eign hennar og fyrir hana eina, að því framkemur í yfirlýsingu sem hún birti á Facebook síðu sinni. Gögn sögu félagsins lýsa flóknari mynd og sína að rúmu ári áður en Sigmundur Davíð var kjörinn formaður Framsóknarflokksins, stofnaði Landsbankinn í Luxemburg aflandsfélagið Winthrey Singh. 27. nóvember 2007 sendi millistjórnandi í eignastýringu Landsbankans í Luxemburg svohljóðandi tölvupóst til Mossack Fonseca. Getum við tekið frá Winthrey Singh. Winthreys hafa þá valið af lista yfir tilbúin aflandsfélög í umsjón Mossack Fonseca sem bauð slíka þjónustu. 2 dögum síðar sendi sami starfsmaður Landsbankans í Luxemburg fyrirmæli til Panama vegna Winthreys. Óskað eftir því að prókúruhafar þess verði 2, Anna Sigurlaug og Sigmundur Davíð. Með fylgja skýr fyrirmæli skiptingu eignarhluta í félaginu. 50% hlutur verði í eigu Önnu Sigurlaugar en hinn 50% í eigu Sigmundar Davíðs. Sigmundur Davíð og Anna Sigurlaug eru því frá upphafi bæði skráður eigendur Winthrey Singh. Í stofnskjölum félags þeirra dagsetning á kaupunum þó sögð 9. október 2007. Það tæpum 2 mánuðum áður en starfsmaður Landsbankans falast eftir félaginu fyrir þau. Stofnskjölin virðast því dagsett aftur í tíman. Winthrey Singh með heimilisfang á eyjunu Tortólu sem hluti af bresku Jómfrúareyjum. Eyjaklasa sem Íslendingar þekkja vel úr fréttum af skattaskjólum. Og þótt raunverulegir eigendur þess og prókúruhafar séu Anna og Sigmundur alls ekki auðvelt að komast að því. Skráðir stjórnendur Winthrey Singh voru stjórnarmenn Íslands, þau George Allen, Jacqueline Alexander og Carmen Wong, allt fólk á vegum Mossack Fonseca. Þessir 3 stjórnarmenn sitja í stjórnum 1000 annara félaga, meðal annars fyrirtækjum sem tengjast öðrum ráðherrum ríkisstjórnar Íslands. Allt þetta bara á pappírum. Og þessi stjórnarmenn fá greitt fyrir að setja nafn sitt við fyrirtækin og fyrir að skrifa undir allt pappírsflóðið sem fylgir. Þeirra hlutverk því fyrst og fremst það að dylja raunverulegt eignarhald og stjórn félagana. Yeah, in the data there's also there are every kind of criminal you can think of, from the Italian mafia to the Japanese yakuza. It's comprehensive, but you almost expect to see criminals using the offshore world. What's more, I guess, more important for me is that you're seeing people that are fine, upstanding citizens, sometimes elected officials, that are also using this world, and for me that's quite important. Feluleikurinn gengur aðeins út á eitt, að fela raunverulega eigendur aflandsfyrirtækja eins og Winthreys. Stjórnendundir sem fá greidda smáræðis þóknun fyrir að sitja í stjórninni og skrifa undir pappírana fremstir í röðinni. Fyrir aftan þá koma Landsbankinn í Luxemburg og Mossack Fonseca. Í skjóli af þeim svo hinir raunverulegu eigendur, Sigmundur Davíð og Anna Sigurlaug. Megin tilgangur með stofnun félaga í skattaskjólum kannski tvíþættur. Það annars vegar að lækka eða komast algjörlega hjá þeim skattgreiðslum sem að viðkomandi ætti von á í heimaríki sínu og hins vegar að halda þessu eignarhaldi leyndu með öllum þeim, afleiðingum eða kostum sem það hefur fyrir sig fyrir hann. Leyndin yfir aflandsfélögum mikil og oftast ómögulegt að finna raunverulega eigendur þeirra með hefðbundnum leiðum í gegnum fyrirtækjaskrár eða með aðstoð leitarvéla á netinu. Enda það beinlínis markmiðið. Í gögnum sem fylgja fyrirtækjunum sjaldnast upplýsingar eignir þess, fjárhæðir sem þau fara eða tekjur af þeim að öðru leyti. Á þessum árum fyrir hrunið og því þá fjölgaði starfsmönnum í þessum fyrirtækjum mjög mikið og einkum og sérlega í þessum svokallaða ráðgjafa þætti. Í Sarajevo hefur hópur blaðamanna náð góðum árangri í að rekja slóðir fyrirtækja og einstaklinga í Austur-Evrópu til skattaskjóla með mikilli vinnu. En jafnvel þau rekast á veggi og týna þannig slóðinni. Finding out who beneficial owner for us is extremely difficult, and usually we only find out information if you're extremely lucky, or if the people who have registered the company make a mistake and file information about the beneficial owner in one of the public registries that we have access to. Þar til Anna Sigurlaug greindi sjálf frá tilvist Winthrey Singh var ekkert sem gat tengt hana eða Sigmund Davíð við það.
Einu upplýsingarnar sem komu fram þegar leitað var að nafni félagsins voru í 2 skjölum sem sýndu nafn Wintris á lista yfir kröfuhafa Landsbanka og Kaupþings. Síðar hefur komið í ljós að Wintris átti einnig kröfur í bú Glitnis. Samanlagt námu þessar kröfur hálfum milljarði króna. Forsætisnefnd Alþingis samþykkti reglur skráningu á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna og trúnaðarstörfum þeirra utan þings í lok mars 2009. Mánuði áður en Sigmundur Davíð var fyrst kjörinn á þing. Sigmundur Davíð skráði þó aldrei helmingshlut sinn í Wintris Inc. En Sigmundur var enn skráður eigandi Wintris á móti konu sinni til ársloka. Sigmundur Davíð hefur borið því við að engin þörf hafi verið að skrá Wintris, meðal annars vegna þess að það hafi ekki verið í atvinnurekstri. Samkvæmt upplýsingum frá Alþingi gera reglurnar þó engan greinamun á félögum í einhvers konar rekstri eða öðrum félögum sem þingmenn eiga hluti í. Í hagsmunaskráningu Sigmundar árið 2009 gaf hann til dæmis upp helmingshlut í einkahlutafélaginu Menningu EHF sem hann átti á móti konu sinni, félag sem hann tekur sjálfur fram að hafi þá enga starfsemi haft. Sigmundur Davíð settist í stól forsætisráðherra mitt ár 2013. Þá voru í gildi sérstaka siðareglur ríkisstjórnar Íslands sem kváðu skýrt á að ráðherrar gerðu grein fyrir fjárhagslegum hagsmunum sínum vegna starfa sinna. Sigmundur sá hins vegar ekki ástæðu til að tilkynna tengsl sín við aflandsfélagið Wintris. Anna Sigurlaug gerði í yfirlýsingu sinni lítið úr þeirri staðreynd að fyrirtækið Wintris hefði í rúm 2 ár verið skráð sem eign þeirra Sigmundar sameiginlega. Hefði verið að ræða misskilning bankans sem stofnaði félagið sem hefði svo verið leiðréttur. Bankinn minn úti hafði gengið út frá því að við varum hjón og ættum félagið til helminga. Það leiðréttu við á einfaldan hátt árið 2009 leið og við gengum frá því að allt var í lagi varandi skiptingu fjármála okkar fyrir brúðkaupið. Sigmundur og Anna Sigurlaug gengu í hjónaband 10. október 2010. Í gögnum sem varða Wintris Inc., stofnun þess og samskiptasögu við Landsbankann í Luxemburg ekkert sem bendir til þess að upphafleg eigendaskráning hafi verið byggð á misskilningi eða að sala Sigmundar á helmingshlutnum til Önnu Sigurlaugar hafi verið leiðrétting. Þá einnig að hafa í huga að öllum dagsetningum skjala Mossack Fonseca verður að taka með fyrirvara. Í mörgum skjölum fyrirtækisins eru dæmi dagsetningar aftur í tíman og jafnvel veltu starfsmenn fyrir sér þeim möguleika að taka sérstakt gjald fyrir hvern mánuð sem var bakfærður. Og þótt Anna Sigurlaug hafi keypt helmingshlut Sigmundar á $1 á síðasta degi ársins 2009, tók hún ekki yfir framkvæmdastjórn í Wintris fyrr en í september 2010 eins og þetta skjal sýnir. Að sama skapi sjást ekki upplýsingar að prókúra Sigmundar Davíðs í félaginu hafi verið afturkölluð, hvorki þegar mistök voru leiðrétt eða síðar. Ekkert í gögnum Mossack Fonseca bendir til slíkra mistaka. Þess hvergi getið að eignarhaldið hafi verið ranglega skráð í upphafi. Og þegar litið til þess að fjölskyldumeðlimi Sigmundar hafi verið í samskiptum við Mossack Fonseca vegna Wintris vakna ýmsar spurningar. 10. júlí 2009 barst Mossack Fonseca í Luxemburg tölvupóstur frá Sigurði Atla Jónssoni, núverandi forstjóra Kviku. Sigurður Atli kvæntur systur Sigmundar Davíðs. Í bréfinu segir Sigurður Atli að umbjóðandi hans, félagið Wintris, hafi þó nýlega fengið bréf frá Landsbankanum í Luxemburg sem falið hafi Mossack Fonseca umsýslu Wintris. Sigurður Atli segist vilja ræða fyrirkomulag þjónustunnar við Wintris og hvernig haga eigi henni til framtíðar. Rúmu ári áður hafði Wintris stofnað bankareikning í Credit Suisse í London. Ekki að sjá að við þá vinnu hafi komið upp efasemdir eignarhald þess eða prókúruhafa. Atburðarás undanfarinna vikna, tilkynning Önnu Sigurlaugar með vísan til Gróu og Leiti og fyrirspurna aflandsfélagi Wintris hófst hér, í ráðherrabústaðnum, föstudaginn 11. mars. Þá tók Sven Bergmann, fréttamaður fréttaskýringaþáttarins Uppdrag granskning hjá sænska ríkissjónvarpinu viðtal við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra. I learned that the Icelandic government approved for the tax authority to buy sensitive tax information data. Why is that important? Well, it's important to rebuild trust in Icelandic society towards
well, government obviously, but also the financial system and our way of doing things. People lost faith in a lot of institutions and obviously in politics and banks with the crash. And having faith in important institutions is very important, very valuable for society. So we want to show that we are leaving no stone unturned. What do you personally think about people and companies that are using, well, tax havens for hiding assets, for example? Well, in Iceland, like in most Nordic societies, or all Nordic societies, I suppose, we attach a lot of importance to everybody paying his share, because we have a big, well, society is seen as a big project that everybody needs to take part in. So when somebody is cheating the rest of society, it is taken very seriously in Iceland. We have been trying to, of course, get people to pay their taxes, but also emphasize research on what went wrong in the past. But it is, to some extent, a question of preserving the values I think most people share, at least in our part of the world, that you have a responsibility to pay taxes. What about yourself, Mr. Prime Minister? Have you or did you have any connections yourself to an offshore company? Myself? No. Well, the Icelandic companies, and I have worked for Icelandic companies, had connections with offshore companies, even the what's it called, the workers' unions. So it would have been through such arrangements, but I have always given all of my assets and that of my family up for the taxes. So there has never been any of my assets hidden anywhere. And it's an unusual question for an Icelandic politician to get. It's almost like being accused of something. But I can confirm that I have never hidden any of my assets. Sorry for being rude. That's not what I want to do. I just wanted to ask you personally that, so the case is that you have never had whatsoever any connection to an offshore company yourself. As I say, my assets have always been up on the table. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of, and had an account, which, as I mentioned, has been with the tax on the tax account since it was established. So now I'm starting to feel a bit strange about these questions, because it's like you are accusing me of something when you are asking me about a company that has been on my tax return. Yeah, but it must be okay for me as a journalist to ask a Prime Minister about personal... But you are indicating that I have not paid taxes on it. No, I'm just asking you questions. Okay. But to go into the details, I would like my partner to do it in Icelandic, because I don't have the details to discuss it. Akkur hefur það ekki sagt frá því að þú væri tengdur... Ég skal taka þetta viðtalið við sjálf. Nei, akkur hefur ekki sagt frá því að þú væri tengdur aflandsfélaginu Vintris? Herru, ég skal veita þér þetta viðtal Við erum í viðtalinu núna, Sigmundur. Þú getur svarað, þú ert forsætisráðherra þjóðarinnar. Þú getur svarað þessum spurningum. Vegna þess, eins og ég var að lýsa hérna áðan, þetta kemur fram á skattskýrslunum mínu og hefur gert frá upphafi. Það er verið að reyna að gera eitthvað tortryggilegt sem ég hef gefið upp alla tíð. Þú segir að þú hefur gefið þetta félag upp til skatts. Algjörlega. Akkur gafst þetta ekki upp í hagsmunaskráningu þingmanna eftir þú varst kjörinn á þing? Vegna þess að hagsmunaskráning þingmanna náði til tiltekinna atriða. Og öll þeir atriði sem hagsmunaskráning þingmanna næri til voru gefin upp. Og þessi
þetta sem þú ert að tala var eitthvað sem var búið til af einhverjum banka á sínum tíma en gefið upp frá fyrsta degi. Þannig að... Átt þú þetta félag eða? Konan mín seldi hlut í fjölskyldufyrirtækinu. Það fór í einhverja umsjón í bankanum og bankinn setti eitthvað fyrirkomulag á því og úrvarð þetta fyrirtæki eða ég kann ekki einu svona át allt saman, en allt gefið upp til skatts frá upphafi. En hvaða eignir eru í félaginu? Hvaða eignir eru í félaginu? Ég meina, þú byrð ekki... Við vitum um það að Wintris var kröfuhafi og kröfuhafi í föllnu bönkunum. Já, þú ert að spyrja mig um hluti sem ég ekki einu sem búin að kynna mér. Þú seldir þinn hlut í félaginu fyrir $1 2009. Þú ert að spyrja mig um einhverju tóma vitleysu. Þú platar mig í viðtal á förstum forsetum. Ég með undirskriftina hérna sekundu. Já. Viltu sjá hana? Já, ég meina, þetta bara... But with all respect, Mr. Prime Minister, it must be okay to ask those questions. Já, einmitt. Sko, á gamla stað 2009. Þegar þú spyrir mig að koma í viðtal, það verður ekki með tækifæri til þess að kynna mér það sem þú ert að spyrja. Þú hlýtur að vita um félagið. Þú seldir konunni þinni félagið, helmingi félagið fyrir $1. Ég bara að segja... seldi konu minni. Já. Ég var ekki eins og giftur á þessu tíma. Ég bara að segja þér að þeir eru allt verið gefið upp til skatts frá upphafi. Þannig að þeir eru að gera eitthvað tortryggilegt sem að ekki tortryggilegt. Vita félagina í in defense að þú hafðir átt aflandsfélag sem var kröfuhafi. Hvaða atriði ertu að reyna að búa til hérna? Alveg fyrir neðan alla helg. Sigmundur, þú hlýtur að geta svarað þessum spurningum. Þú ert forsætisráðherra og þú hefur ekki komið hreint fram. Jag blev inte förvånad över att statsministern lämnade intervjun. Jag hade nog trott att risken var ganska stor för att han skulle göra det. Samtidigt så känner jag att en statsminister måste kunna svara på sådana frågor, obekväma frågor, även i en sån här situation. Och jag tror också att statsministern förlorade mycket på att han reste sig upp och gick från intervjun. Och statsministerns stab har också kontaktat oss, Uppdrag granskning på Sveriges Television, och vädjat till oss om att inte sända den del av intervjun där statsminister Gunnlaugsson reser sig upp och går. För de förstår givetvis att det ser inte bra ut att en statsminister gör så, även i en sån här situation. En statsminister måste kunna svara på obekväma frågor. Stjórnmálamaður sem á að njóta trausts og ganga af trúverðarleika fram fyrir hönd þjóðar sinnar. Hann á ekki að setja sig í stöðu sakamannsins sem að segja sko, það allt í lagi hvað ég geri uns sekt sönnuð. Þarna á auðvitað ekkert að selja stjórnmálamönnum sjálfdæmi það hvort að þeir hafi skyldu eða ekki. Þetta er að mínum mati bara spurning heiðarleika og í rauninni sko pólitíska ábyrgð að gera borgurum sem sé grein fyrir í hvaða stöðu þeir eru. Og það kannski það sem ég finnst verst í þessu máli, það eru viðbrögðin. Að vera með þessi svona bolabrögð og undanbrögð og kenna þeim sem spyr. Forsætisráðherra var ítrekað boðið að koma í annað viðtal til að útskýra aðkomu sína að Wintris, sem hann þáði ekki. Þess í stað bauð aðstofumar hans fund þar sem ræða átti málið án þess að vitna mætti í efni fundarins. Sá fundur var afþakkaður og í kjölfarið ákvað eiginkona forsætisráðherra að upplýsa tilvist Wintris á Facebook-síðu sinni. Síðan hefur forsætisráðherra ítrekað verið boðið viðtal aðkomu sína að félaginu. Honum voru auk þess sendar ítarlegar spurningar efni gagnanna sem hér hefur verið fjallað Þeim hefur hann ekki svarað. Þótt gögnum stofnun Wintris og breytingu á eignarhaldi liggi nú fyrir, mörgum spurningum starfsemi þess enn ósvarað. Hvers vegna var stofnun þess dagsett aftur í tíman? Hvers vegna var eignarhaldinu skipt í aft milli Sigmundar og Önnu? Og ef það voru mistök bankans, hvers vegna seldi Sigmundur þá hlut sinn á $1? Hvers vegna var ekki getið það í sama skjali að salan væri leiðrétting? Hvers vegna fór salan fram degi fyrir breytingu skattalagana? Og hvers vegna tók Anna ekki við framkvæmdastjórn í félaginu fyrr en tæpu ári síðar og hvers vegna var prókúra Sigmundar ekki afturkölluð? Þau hafa fullyrt að Wintris hafi verið starfrækt að fullu í samræmi við lög
og allt því gefið upp til skatts hér á landi. En hvernig? Sigmundur Davíð sagði í viðtalinu að hann hefði fært það á sitt framtal, en síðan sagði Anna að hún hefði gert það ein. Því þau hefði ekki vitað í þessi 2 ár að Sigmundur væri skráður fyrir helmingnum. Eigandi félagsins þarf að gera grein fyrir eignarhaldi á félaginu og skattframtöl, taka fram að hann eigi félagið. Hann þarf að leggja fram ársreikninga þess og hann þarf að leggja fram ítarlega greinagerð tekjur þess og eignir og hann þarf sömuleiðis að gera grein fyrir öllum þeim tekjum sem hann kann að hafa haft af félaginu, til dæmis greiðslum úr því notkun á kreditkortum og svo framvegis og framvegis. Þannig að eina plaggi sem að hann getur sýnt fram á að allt sé rétt gert þá skattframtalið? Já, það er raun og veru afrit af skattframtalinu sem er svona það sönnunargagn sem að væntanlega tekið mark á í svona málum. Óskað hefur verið eftir því að fá frekari upplýsingar Vintrising, starfsemi þess, skattskil, afrit af skattframtölum og ársreikningum og staðfestingu bankans á mistök hafi verið gerð við skráninguna. Þeirri beiðni hefur ekki verið svarað. Eins hefur verið óskað eftir upplýsingum það hver tók þá afdrifaríku ákvörðun að kaupa skuldabréf í gömlu bönkunum fyrir mörg 100 milljónir króna sem Wintris tapaði síðan að mestu. Auðvitað getur það ekki komið til greina að við ætlum að fara að greiða fyrir gögn af þessum toga með ferðatöskum af seðlum til einhverja huldumanna. Þegar þessi orð fjármálaráðherra fjallu í fréttum Sjónvarps hafði verið tekist á heimildir skattrannsóknarstjóra til að kaupa skattagögnin í næstum ár. Nokkrum dögum síðar mætti Bjarni því í Kastljós. Það áreitt eða hann vilja sinn til að liðka fyrir kaupunum. Það voru hann og skattrannsóknarstjóri sammála. Hefurðu sjálfur átt viðskipti í gegnum það sem hefur verið skilgreint sem skattaskjól, átt þar eignir eða farið með peninga í gegnum svoleiðis apparat? Nei, ég hef ekki verið með neinar eignir í skattaskjólum. Ég hef ekki verið með neitt slíkt og á engin hlutabréf eða neina slíka hagsmuni í dag. Þannig að þú hefur aldrei átt eignir eða átt viðskipti í gegnum þessi svokölluðu skattaskjól? Nei, það hef ég ekki gert. Innihald gagnanna sem var rætt og skattrannsóknarstjóri keypti stuttu síðar stangast á við orð Bjarna í Kastljósinu. Gögn Mossack Fonseca sýna að Bjarni var einn eiganda aflandsfélagsins Falson & Co. frá því í desember 2005. Meðeigendur Bjarna í Falson & Co. voru Baldvin Valdimarsson, framkvæmdastjóri og einn eiganda Málningar EHF og Ægir Birgisson, fyrrverandi starfsmaður Glitnis og framkvæmdastjóri fjárfestingafélagsins Reik EHF. Heimilisfangið var í 10.000 km fjarlægð frá Íslandi á Seychelleyjum. Hlutaféð var $20.000. Uppsetning þess var hefðbundin. Landsbankinn í Luxemburg óskaði eftir skúffufélagi úr hillum Mossack Fonseca og tók frá félagið Falson & Co. Með fylgdi stjórn og framkvæmdastjóri. Þar voru kunnugleg andlit, George Allen og Carmen Wong, líkt og í félagi forsætisráðherra. Landsbankinn gaf síðan fyrirmæli prókúruhafa Falson, Bjarna og félaga hans 2 og að raunverulegir eigendur verið þeir hinni sömu. Óskað var eftir því að hlutabréf Falson yrðu gefin út á handhafa og spurt hvort nokkuð þurfi að skrá bréfin á þremmenningana. Eftir hrun Landsbankans í október 2008 fékk Mossack Fonseca beiðni að hlutabréf Falson & Co. yrðu skráð á nöfn Bjarna og viðskiptafélaga hans en ekki handhafa. Falson & Co. hafði þá verið synjað að færa viðskipti sín úr Landsbankanum yfir til banka í Luxemburg, þar sem raunverulegir eigendur Falson & Co. væru ekki skráðir fyrir því. Þegar við höfðum samband við Bjarna þann 12. mars síðastliðinn, sagðan félagið hafi verið stofnað utan eignarhlut hans og viðskiptafélaga hans íbúðarkaup í Emirates Crown turninum sem staðsettur hér í Dubai. Fjárfesting upp á 120 milljónir króna. Hann hefði alltaf gefið upp eignarhlut sinn í félaginu til skattayfirvalda hér á landi. Spurður hvers vegna hann hefði ekki nefnt þetta félag í Kastljósviðtali fyrir ári, sagðist hann ekki líta svo á að félagið hafi fallið undir þá skilgreiningu sem þá var spurt Í yfirlýsingu sem Bjarni sendi frá sér miðja vikuna sagði hann hins vegar að sjálfur hefði hann alltaf talið félagið staðsett í Luxemburg. Það var ekki fyrr en mér barst ábending frá erlendum blaðamanni að ég komst að því að svo hefði ekki verið,
en umrætt félag Falsson & Co. var skráð á Seychelleyjum. Það hefði þó engin áhrif í skattalegu samhengi. Í þessu ljósi ber að skoða svör mín í Kastljósi 11. febrúar 2015 þar sem ég sagði aðspurður að ég hefði ekki átt neinar eignir eða viðskipti í skattaskjólum. Þessi svör gaf ég eftir bestu vitund, enda taldi ég mig aldrei hafa átt neitt á aflandssvæði. Eini tilgangur félagsins var að halda utan eignuna í Dubai, en svo fór að við tókum aldrei við henni. Ákveðið var að ganga út úr kaupunum árið 2008 og árið 2009 var máli gert upp með tapi og félagi sett í afskráningarferli. Það hefði engar tekjur, skuldaði ekkert, tók aldrei lán, átti engar aðrar eignir, hvorki fyrr né síðar og hafði enga starfsemi. Við gildistöku reglna hagsmunaskráningu þingmanna átti í því hvorki hlut í félagi í atvinnurekstri né aðrar fasteignir en húsnæði til eigin nota. Bjarni hefur ítrekað sagst hafa hætt öllum afskiptum af viðskiptum í lok árs 2008. Eftir úrsögn úr stjórn olíufélagsins N1 og fleiri fyrirtækja sagði Bjarni í viðtali við Viðskiptablaðið í desember 2008 ekki eiga neinna hagsmuna að gæta í neinum hlutafélögum og því hafi þetta verið einföld ákvörðun. Atburðir síðustu vikna í þjóðfélaginu leggi hins vegar enn meiri ábyrgð á herðar stjórnmálamanna. Bjarni segist ekki hafa átt starfandi félag eða fasteign sem gera hafi þurft grein fyrir í hagsmunaskráningu þingmanna sem samþykktar voru í mars 2009. Því hafi hann ekki þurft að gera grein fyrir eign sinni. Falsson & Co. var hins vegar enn starfandi á þeim tíma og uppgjöri vegna fasteigna viðskiptana lauk ekki fyrir hálfu ári eftir að reglurnar tóku gildi. Í frétti af árið 2010 kom fram að Bjarni hefði tekið við greiðslum vegna sölu íbúðarinnar í Dubai. Þar vitnað til tölvupósts Ægis Birgissonar sem sendur var á netfang Bjarna hjá Alþingi 23. október 2009 í því skyni að fá uppgefið reikningsnúmer Bjarna til þess að leggja inn á hann peninga vegna sölu íbúðarinnar. Bjarni gaf honum upp reikningsnúmer sitt í svissneska bankanum Julius Baer. Félaginu Falsson & Co. var ekki formlega slitið fyrir árið 2012 samkvæmt fyrirtækjaskrá á Seychelleyjum. Ólöf Nordal þriðji ráðherrann í gögnum Mossack Fonseca. Ólöf hefur ítrekað staðhæft að hún hafi engin hlutabréf átt í félaginu Dooley Securities sem Landsbankinn í Luxemburg hafi komið á fót vegna kaupréttar Tómasar Más eiginmanns hennar, þáverandi forstjóra Alcoa á Íslandi. Að sögn Ólafar kom aldrei til þess að Tómas Már nýtti félagið undir kauprétti sína, því hafi Tortólafélagið aldrei verið notað. Að auki hafi ákvörðun stofnun félagsins Dooley verið tekin 2006 eða áður en hún settist á þing. Hún hafi talið félaginu slitið árið 2008. Þær tímasetningar koma þó ekki heim og saman við upplýsingar í gögnum Mossack Fonseca. Ólöf var fyrst kjörin á þing vorið 2007 eftir að hafa tekið þátt í prófkjöri flokksins í Norðausturkjördæmi 27. nóvember 2006. Í 1. til 3. sæti hefur Ólöf Nordal hlotið 1426 atkvæði. 2 dögum síðar voru Ólöf og Tómas Már Sigurðsson eiginmaður hennar skráðir prókúruhafar félagsins Dooley Securities á Tortólu, eins og þessi gögn sína. Prókúra í slíku félagi jafngildir í raun yfirráðum í félaginu, enda veitir hún ótakmarkaðar heimildir til að sýsla með eignir félagsins, veðsetja og skuldbinda það. Fullyrðing Ólafar að hún eða eiginmaður hennar hafi aldrei átt hlutabréf í aflandsfélagi eða félögum rétt, en breytir þó ekki þeirri staðreynd að slíkt félag var sett á laggirnar fyrir þau af Landsbankanum og þó bankinn hafi haldið á bréfum í félaginu voru heimildir þeirra til að nýta félagið eins og eigendur þess væri að ræða. Hlutabréfin í Dooley voru einnig handveðsett milli Tómasar Más, Dooley og Landsbankans með samkomulagi í ágúst 2007. Félagið var afskráð á Tortólu árið 2012. Ekki að sjá í gögnum Mossack Fonseca að prókúra Ólafar eða Tómasar hafi verið afturkölluð fyrir þann tíma. Ólöf skráði ekki aðkomu sína að Dooley Securities SA í hagsmunaskrá þingmanna samkvæmt skjáskotum frá 2009 til 2012 af alþingi.is í vefsafni Landsbókasafnsins. Wir waren
fasziniert davon, wie viele isländische Firmen oder Offshore-Firmen, die offenbar Isländern anzurechnen waren, wir in den Daten gefunden haben. Weil Island ist jetzt ja kein so großes Land und wir haben hunderte Firmen gefunden, die offensichtlich Isländern gehören oder einen starken Bezug zur Insel haben und haben uns die ganze Zeit gefragt, warum? Warum Ísland? Warum so viele Firmen aus Ísland? Athyglin á Ísland og Íslendinga í gögnum Mossack Fonseca má ekki eingöngu rekja til þeirrar staðreyndar að þar megi finna nöfn 3 íslenskra ráðherra. Mikill fjöldi Íslendinga og tenginga við Ísland hefur einnig vakið spurningar. En þegar haft í huga hvernig lagaumgjörðin var hér á landi þar til nýlega, svara þær spurningar sér í raun sjálfar. Víðast hvar á Vesturlöndum höfðu stjórnvöld sett lög sem gerðu mönnum erfiðara fyrir en ekki á Íslandi. Fyrir vikið má heita að einstaklingar sem áttu eignir í skattaskjólum hafi í raun ráðið í hvort þeir upplýstu þær og greiddu að þeim skatta. Eignir Íslendinga í skattaskjólum 50-földuðust á milli áranna 2001 til 2008. Íslensku bankarnir og útibú þeirra í Luxemburg voru milliliðirnir og stofnuðu félögin með aðstóð fyrirtækja eins og Mossack Fonseca sem hafði nóg að gera. Þrátt fyrir ítrekaðar áskoranir til yfirvalda á Íslandi höfðu þau ekki talið ástæðu til að taka hér upp reglur sem nýst höfðu víða annar staðar í baráttu við skattasniðgöngu. Tilmæli frá OECD að ríkin tæki upp svona reglu lá fyrir þegar á 10. áratugnum og það voru gerðar tillögur þetta af hálfu skattayfirvalda. Það kom fram svona hvað gleggst í svonefndri skattsvikaskýrslu frá 2004 þar sem þetta talin ein af þeim brýnustu aðgerðum sem þurfa að grípa til. Það gekk hins vegar ekkert rak í þessum efnum, það var ekki vilji hjá stjórnvöldum, öðrum stjórnvöldum til þess að gera neitt á þessu sviði, þannig að það dróst von úr viti. Að ræða svokallaðar CFC-reglur. Án þeirra gat einstaklingur sem átti milljarða eignir í gegnum aflandsfélag, jafnvel á Íslandi, haft af þeim verulegar tekjur, en engu að síður komið sér á auðveldan hátt hjá skattgreiðslum. Þess í stað bar honum einungis að gefa upp eign sína í félaginu, oft nokkur $1,000 hlutafé. Eignir félagsins sjálfs og tekjur af þeim þurfti ekki að gefa upp. Engar upplýsingar fengust heldur frá skattayfirvöldum á aflandseyjum, þannig að treysta þurfti á að menn létu sjálfir vita af félögunum. Þetta eignarhald hafði engin bein skattaleg áhrif. Þó menn ættu félag erlendis að þá myndaði það enga skattskyldu, þannig að það að vanrækja það að gefa félag fól ekki í sér undanskotar á skatti á þeim tíma og þess vegna var því ekki fylgt eftir eða allavega hafði slíkt ekki forgangi á skattayfirvöldum. En svo kom hrunið. Guð blessi Ísland. Maður spyr sér náttúrulega hvers vegna í ósköpnum voru menn að stofna fyrirtæki í þessum löndum og ég hef ekki fengið almennilega eða vitræna skýring á því annað en það að menn verið annarkvort að fela eignarhaldi eða skjóta tekjumynda skatti og hvort ekki að tekið mér slæmt. Þannig að ég get alveg tekið undir þær breytingar ef þær eru raunhæfar til að koma veg fyrir það. Meðal fyrstu skattalagabreytinga eftir hrun var lögfesting CFC-reglna og ákvæði sem skylduðu fjármálastofnanir til að veita upplýsingar starfsemi sína erlendis, meðal annars aflandsþjónustuna sem áður hafði gengið illa eða alls ekki. Á Alþingi voru lögin samþykkt mótaatkvæðalaust 15. apríl 2009. Og það fela einfaldlega í sér að íslensk skattayfirvöld líta í gegnum, þar segja líta fram hjá félaginu og segja sem svo allar tekjur og eignir þessa félags eru þínar tekjur og eignir. Það eru ekki bara stjórnmálamenn á Alþingi sem tengjast aflandsfélögum. Þá líka að finna í borgarstjórn Reykjavíkur. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir var kjörin í borgarstjórn í kosningunum árið 2014 fyrir Framsókn og flugvallarvinni. Áður hafði hún starfað við lögmennsku og fyrir fjárfestingabankan Askar Capital, meðal annars í Luxemburg. Sveinbjörg skráð fyrir 2 félögum í umsjá Mossack Fonseca. Seven Call Invest skráðu á Tortóla og Ice One Corp sem skráð var á Panama.
Ice1 Corp sagt í eigu P10 ehf sem stofnað var í Reykjavík af Sveinbjörgu og fleirum, en Sveinbjörg enn skráður stjórnarformaður félagsins. Samkvæmt nýjasta ársreikningi P10 var félagið stofnað vegna fasteignaviðskipta í Panama. Sveinbjörg hefur í störfum sínum í borgarstjórn ítrekað lýst sig andvíga því að Reykjavíkurborg eða fyrirtæki á hennar vegum eigi aðild að fyrirtækjum á Álandseyjum. Alveg sem ég veist ekki komið til greina að Orkuveitan eða félög á vegum Reykjavíkurborgar stofni félög í skattaparadísum, að þá finnst mér ekki komið til greina að lífsskoðunar, trúfélög og stjórnmálaflokkar taki við fjármunum frá löndum sem virða ekki lýðræði og mannréttindi og kvenfrelsi. Í skráningu Sveinbjargar á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa á vef borgarinnar ekkert minnst á Álandsfélögin 2 eða íslenska félagið P10. Sveinbjörg Birna segir að bæði Álandsfélögin hafi tengst fasteignaviðskiptum sem hún og félagið P10 hafi staðið fyrir á Panama. Af þeim hafi þó ekkert orðið vegna hrunsins og því hafi hún talið að búið væri að slíta félögunum. Eignarhlutur hennar í íslenska fyrirtækinu P10 sé þó enn skráður á hennar nafn í skattskýrslu hennar. Spurðum tilgang þess að stofna félögin á álandssvæðum, sagði hún ástæðuna hafi verið þá að þægilegt hefði verið að stofna félög á bresku Jómfrúareyjunum fjárfestingarnar á Panama. Í störfum sínum fyrir Deloitte í Luxemburg hafi hún staðið að slíku fyrir viðskiptavinni Deloitte. Í símtalinu svaraði Sveinbjörg eftirfarandi svona. Þá skattahægraði fólkið í því að gera þetta svona ef það hefðu komið peningar út úr þessu? Já, það hefði verið það. Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, ásamt eiginmanni sínum skráð fyrir félaginu Ravenna Partners á Tortóla. Allt hlutafé Ravenna var skráð á þau hjón í ágúst 2005. Þorbjörg Helga var kjörin í borgarstjórn 2006 og sat sem borgarfulltrúi til ársins 2014. Að sögn Þorbjargar Helgu og eiginmanns hennar var fyrirtækið stofnað og 1 milljón króna lögð fram sem hlutafé í því eftir tilboð þar frá Landsbankanum í Luxemburg. Félagið hafi hins vegar aldrei verið nýtt undir neina starfsemi en gerð hafi verið grein fyrir tilvist þess á skattframtölum til ársins 2007. Samkvæmt svari Þorbjargar Helgu var hún þá ekki lengur eigandi aflandsfélags sem skrá hefði þurft í hagsmunaskráningu borgarfulltrúa árið 2009. Skattaskjólsfélög kjörinna fulltrúa þó ekki öll frá árunum fyrir hrun. Þannig ákvaðinn reynslumesti borgarfulltrúi Reykvíkinga að stofna eitt slíkt árið 2014 og staðsetti það í Panama. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hefur setið í borgarstjórn Reykjavíkur í samtals 14 ár. Gögn úr grunni Mossack Fonseca sýna að í ársbyrjun 2014 hafi Júlíus Vífill stofnað félagið Silwood Foundation á Panama og greitt fyrir 200.000 krónur. Rík áhersla var lögð á að nafn Júlíusar Vífills yrði ekki í forgrunni félagsins. Hlutabréf þess stíluð á handhafa en ekki nafn hans. Mánuði eftir stofnun Silwood óskaði lögmaður Júlíusar eftir því við svissneska bankan Julius Baer að stofnaður yrði bankareikningur í nafni Panamafélagsins. Júlíus Vífill skrifaði undir stofnskjölin sem handhafi hlutafjár og raunverulegur eigandi þess. Eignarhaldi hans var þó svo vel leynt að starfsmenn svissneska bankans kváðust ekki getað opnað bankareikning Silwood þar sem engin tenging fyndist milli Júlíusar og félagsins. Því þurfti að fá vottorð skugga stjórnendana á Panama svo reikningurinn fengist opnaður. Silwood Foundation hvergi að finna í skráningu Júlíusar Vífills á fjárhagslegum hagsmunum hans á vef borgarinnar. Júlíus Vífill svaraði hvorki símtölum né tölvupósti í rúma viku eftir að hafa verið kynnt efni umfjöllunarinnar. Við hittum því á Júlíus á leið til fundar í umhverfis- og skipulagsnefnd borgarinnar á miðvikudagsmorgun. Sæll Júlíus. Við erum búin að reyna að ná í þig. Máttu sjá mínúti að spila þessu? Ég skal tala við þig síðar en ekki nú. En af hverju hefur ekki svarað þessum spurningum? Ég mun svara síðar. En getur þú sagt okkur eitthvað meira frá þessu fyrirtæki? Bara ekki núna. En hvenær viltu gera það? Ég var að segja það síðar.
Lektor í skattarétti segir það hafa verið hagkvæmt að stofna félag á bresku Jómfrúareyjunum á þeim tíma sem eiginkona forsætisráðherra gerði það, en þó aðeins ef fjárfesta átti í erlendum hlutabréfum. Nú sé hins vegar betra að fjárfesta beint eða í gegnum félag á Íslandi. Þannig að þetta er óhagkvæmara í dag að vera með þetta félag heldur en að vera sjálfur að gera fjárfestingu eða vera með það í gegnum íslenskt eignarhaldsfélag. Eru stóra siðferðisspurningar í svona fléttum? Ég nú bara skoðað út frá lagalegu sjónarmiði. Þetta eru lögin og það er nú yfirleitt þannig að lögin endurspegla siðferðið. Ég meina, við erum að fara eftir lögum í landinu og ef það er farið eftir lögum þá hlýtur það að vera siðferðilega rétt. Milliliður Júlíusar Vífils í uppsetningu félags hans á Panama og stofnun bankareikningana svissnesku árið 2014 er íslenska lögmannsstofan Promptus. Eigandi hennar er Kristján Gunnar Valdimarsson. Kristján á að baki langan feril í skattaráðgjöf við íslenska banka en hafði áður gegnt stöðu skattstjóra og stýrt eftirlitsdeild ríkisskattstjóra. Í október 2013 óskaði Kristján Gunnar eftir því við Mossack Fonseca að fá nokkurs konar umboð fyrir aflandsþjónustu þess hér á landi. Í skeyti sem hann sendi til Panama kynnti hann sig sem lögfræðing og lektor við Háskóla Íslands og myndi á að hann hefði í störfum sínum fyrir Landsbankann átt í viðskiptum við fyrirtækið. Kristján kvaðst hafa umbjóðendur sem vildu stofna félag á Panama en óskaði jafnframt eftir að geta stofnað félög á fleiri aflandssvæðum. Kristján neitar því nú að þessi þjónusta sé ástæða þess að hann hafi leitað til Mossack Fonseca og óskað eftir viðskiptasambandi við fyrirtækið. Já, Mossack Fonseca er nú ekki bara með aflandsfélög. Þeir eru mjög stórir í því. Ef það er ekki skattalegt hagræði, hvað er þá verið að gera? Til hvers er verið að stofna? Ég fór yfir það einmitt áðan, hvað það getur verið sem að skiptir máli eins og til dæmis með fjárfestingar og veðsetningar og lán og þess háttar. En með til dæmis þetta félag Júlíusar, þar sem að það sérstaklega tekið fram að hans nafn komi hvergi fram. Ég bara kannast ekki við það, ég þarf að skoða það bara. Já, en þetta gerist 2014 segi ég. Þannig að það er einhver tilgangur með því að það sé tekið fram að nafnið komi hvergi fram í gögnum félagsins, það verið að fela eitthvað, er það ekki? Ég bara man ekki eftir þessu, ég vil nú að segja það. Þú kannast ekki við þetta? Nei. Við erum að ræða held ég hér sumpart hluti sem eru löngu afgreiddir svona í pólitískri menningu nágrannalanda okkar. Spurningar um að gera grein fyrir hagsmunum þegar maður kemur að mikilvægum ákvörðunum. Fólk sem er að gegna svona mikilvægum trúnaðarstörfum fyrir almenning, ráðherrastörfum, starfi leiðtoga þjóðarinnar, á ekki að koma sér í þá stöðu að vera með fé í skattaskjólum nema þá að almenningu vita af því. Það er löglegt og það skiptir máli. Það eru bara tvær ástæður til að hafa þær þar. Annars vegar til þess að leyna eignarhaldi, eins og sagt hefur verið, eða til þess að forðast að greiða skatta, eins og við aðrir borgarar landsins gera. Í þessum þætti hefur verið fjallað nokkur aflandsfélög sem tengjast íslenskum stjórnmálamönnum. En á þeim 10 mánuðum sem Reykjavík Media hefur rannsakað Panama-gögnin hafa fundist 800 aflandsfélög sem tengjast 600 Íslendingum. Rannsókn á gögnunum hefur afhjúpað lánasamninga upp á milljarða króna og milli aflandsfélaga þekktra íslenskra viðskiptamanna. Í þeim er einnig að finna ítarleg tölvupóstsamskipti, fjármálaupplýsingar, vegabréf og upplýsingar hverjir tóku við fjármunum sem íslensk stjórnvöld hafa frá hruni reynt að finna. Aflandsfélög íslenskra stjórnmálamanna hafa þegar vakið alþjóðlega fjölmiðlaathygli enda einsdæmi í vestrænum ríkjum. Fréttir gríðarleg umsvif íslenskra viðskiptamanna í aflandsfélögum verða sagðar á næstu vikum eða mánuðum.